Þá komið að þriðja liðar dagskrá og það ársreikningur fyrir árið 2018, seinni umræða og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér tekið fyrir ársreikningur Akureyrarbæjar 2018 í seinni umræðu. Eins og menn muna þá tókum við ársreikninginn fyrir hér í bæjarstjórn 2. apríl síðastliðinn og þá fórum við yfir svona helstu tölurnar og það ekki hefð fyrir því að menn séu eyða löngu máli í seinni umræðuna. Þetta í sjálfu sér bara við erum að uppfylla sveitarstjórnarlögin þarna að ársreikning skal taka til umræðu í bæjarstjórn tvisvar sinnum með að minnsta kosti viku millibili. Við í bæjarstjórn vísuðum ársreikningum 2. apríl til bæjarráðs til frekari yfirferðar ef eitthvað skyldi koma upp í milli umræðuna. Eins var verið að klára og leggja loka hönd á endurskoðunarskýrslu vegna ársins 2018. Það náttúrulega bara skemmst á því að segja enga breytingar urðu á ársreikningnum og það náttúrulega hefur sjaldnast gerst. Við tekjum eins og til að það hafi gerst en endurskoðunarskýrslan klár og í rauninni má segja í stuttu máli að niðurstöður endurskoðunarskýrslunnar hljóma svo miðað við eðli og umfang starfseminnar teljum við að eftirlitsumhverfi sveitarfélagsins og áhættumat sé í eðlilegu farvegi. Engin sérstök frávik eða veikleikar í innra eftirliti kom fram í yfirferð okkar vegna ársins 2018. Áætla hjá okkur í endurskoðun ársins 2018 var á lykil eftirlitsþætti í kostnaðarferlum, launum og almennu kostnaði og eftirlit með fjárhagskerfum sveitarfélagsins. Þetta endurskoðunarskýrsla sem kemur frá Enor endurskoðunarfyrirtæki. Þannig að það okkur ekkert að vanbúðinaði en að samþykja ársreikning ársins 2018. Eins og ég sagði, ég ætla ekki að fara að lesa upp neina talnarunu en minn okkur á það að rekstrarniðurstaðan var jákvæð af samstæðan upp á 377 milljónir króna. Þannig að þessi ársreikningur hér bara lagður fram í bæjarstjórn til staðfestingar og verður undirritaður hér af okkur að fundi loknum. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og orðið laust. Það sem enginn hefur hvatt sér hljóðust að byrja ársreikningin í heild sinni þess að geta samþykkt hann gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.